Við erum með svona litla samkundu til að þakka fyrir framlag þeirra sem að studda okkur í að kaupa nýjan aðgerðarþjarka á Landspítalanum, sem aðgerðarþjarka númer 2, nú eigum við 2. Við fengum þann fyrsta 2015 fyrir 11 árum. Við hugsaum þetta sem liðsbót, recruitment, og ef þú fær gott fólk til starfa þá nýtist það til þessar ákveðna verkefna en það nýtist hliðaráhrifinu kannski ennþá meiri af því að hafa öflugt fólk í vinnu. Við getum núna framkvæmt miklu fleiri aðgerðir með aðgerðarþjarka. Þjarkinn sem við áttum áður var gjörsamlega fullnýttur, það voru notað allan daginn, langt fram á kvöld og nú komast fleiri að, það eru fleiri skurðlæknar sem geta náð upp þjálfun og nýtt betur og þar að fleiri sjúklingar líka og við getum farið að kenna deildarlæknunum okkar að nota hann. Við vorum með Brynjólf heitinn Bjarnason sem féllst á því að ganga fram fyrir skjöldum með því að safna fyrir stofnkostnaðurinn sem var 300 milljónir að myndum safna helmingum. Við fengum endurskoðunarfyrirtækið KPMG til þess að hjálpa okkur með allt utanumhald og þeir hafa síðan hjálpað okkur áfram við þetta verkefni nú og önnur. Ólafur Nílsen endurskoðandi var gríðarlega öflugur og samvinna hans og Brynjólfs skipti gríðarlega miklu máli auk annarra og síðan bara var vel tekið í þetta og við gáfum þessu bara ákveðin tíma, 1,5 ár og ef við getum ekki náð þessum peningum inn þá myndi þeim að skila þess þangað sem þeir komu. Þannig að það fór svona kapall af stað. Sjúkrahúsið var tilbúið að fara inn í þessa tækni en auðvitað kefst við fjármagnið og þetta miklu peningar. Þetta hefur stytt aðgerðir sem áður kröfðust innlagnar nú dagdeildar aðgerðir og talandi skort á legurrými og annað þá þetta bara bylting pluss náttúrulega inngripið minna. Þú ert komin miklu fyrr á fætur, miklu minni verkir, í sumum tilvikum ert að fara heim sama dag. Við sjáum hjá okkur eins og til dæmis í ristilaðgerðunum að það eins og meltingin kemst miklu fyrr af stað, það eins og þetta hefur sennilega svona minna tráma á vefina og þannig að það bara, fólk mun fyrir að jafna sig og sumir segja við okkur, heyrðu, ertu viss að þú hafir gert eitthvað? Og það náttúrulega rosalega gaman að sjá. Og nú hafa verið framkvæmdar 3000 aðgerðir, þannig að þetta er gríðarlega góður árangur á þessum áratug sem liðin.